Já, heil og sæl. Í þessu myndbandi ætla ég aðeins að koma ykkur af stað í einu dæmi. Dæmi 16 í bókinni á blaðsíðu 83. Það er vegna þess að ég hef séð marga að vera að stranda alltaf á því dæmi, en ég heldur reyndar að það sé kannski frekar vegna þess að lesa fyrirmælin ekki nógu vel, ekki það að dæmi sé neitt rosalega flókið. En ég ætla aðeins að fara í gegnum þetta með ykkur og við byrjum bara á að skoða hvað á að gera í dæminu. Þá eigum við að reyna að finna tölu sem kemur hérna í staðinn fyrir spurningamerkið. Það er svona lokamarkmiði hjá okkur, en það er smá krókaleið að því markmiði. Og hvað getum við byrjað að gera? Jú, fyrst náttúrulega lesum við dæmið og þar stendur, hérna ef ég les, stærðirnar í hringjunum má finna með að leggja saman stæður í aðliggjandi rétthyrningum. Og þetta þýðir ef ég legg saman stæðuna sem eru þessum rétthyrning og þessum rétthyrning hér, að sú summa á að gefa okkur 32. Og þetta hjálpar okkur vegna þess að nú get ég sett fram jöfnu. Sem sagt 5x mínus 3, svona, pluss hin stæðan sem var 2x pluss 7. Og þessar tvær stæður eiga að gefa mér 32. Og hér er ég með frekar einfalda jöfnu sem að ég leysi og þið getið leikið ykkur að því, en ef ég hoppa beint í svari þá ætti ég að koma í ljós að x er jafnt og 4. Nú ég geti aðtöga hvort það gangi upp hjá mér. Ef x er 4 þá get ég sett það hérna í staðinn fyrir x, gert 5 sinnum 4 sem eru 20 og 20 minus 3 eru 17. Og hér get ég líka sett inn 4 í staðinn fyrir x, gert 2 sinnum 4 er 8. 8 pluss 7 eru 15 og þið séu að þetta gengur upp. 17 pluss 15 eru 32. Þannig að nú er ég búinn að vinna með þessar hérna tvær stæður. Nú koma staðið hvað x er mikið. En það dugar mér ekki alveg til að finna hvaða tala á að koma hérna í staðinn fyrir spurningamerkið. Ég var reyndar búinn að koma staðið að þetta er 15 af því að x er 4. En mér vantar ennþá að vita hvað uppslun er mikið til að geta sagt hvað er hérna. Og þá byrja ég bara upp á nýtt og bý til aðra jöfnu. Vegna þess að ef ég legg saman þessa stæði hér og hérna, að það á að vera jafnt og 30. Þannig að ég ætla kannski ekki alveg að klára dæmið endanlega fyrir ykkur, en get sagt að nýja jafnan myndi líta svona út. Nei, fyrir ekki, ég ætla ekki að skrifa hérna 5x. Ég strókaði það svo mikið út á þann. Ég var búinn að sjá að þetta hérna var 17. Þannig að núna ætla ég að nota 17 í staðinn fyrir að hafa hérna x áfram. Þannig að ef ég legg saman þessa stæðu hér og 17, að það tvennt ætti að gefa mér 30. Og núna get ég búið til nýja jöfnu sem að lítar það svona út. 17 pluss 2y pluss 3. Þetta á að vera jafnt og 30. Og núna getið ég leikið ykkur að því að finna hvað y er mikið og þegar þið eru búin að því, að þá getið þið á endanum lagt saman 15 og töluna sem kemur hérna. Og það tvennt á að gefa ykkur svarið í þessum hring. Þannig að ég sjá þetta dæmi, þetta er smá svona handhafinna, en ekkert óyfirstíganlega flókið. Vonandi dugar þetta ykkur til að klára dæmið. En ég segi bara takk fyrir mig.